við höldum áfram með föstudagsþáttinn og til mín komin Hugrún Sigurðardóttir frá björgunarsveitinni Súlum og við ætlum að tala hvernig það nú eiginlega að vera í björgunarsveit. Já. Velkomin í þáttinn. Þakka fyrir. Já, til að byrja með bara hvernig lendir maður í því að komast í björgunarsveit? Þarf maður að bera sig eftir því sjálfur eða manni boðið eða það bara allur gangur? Við auglýsum alltaf á haustin eftir það byrja sérst alltaf nýliða prógram á haustin. Það sem að fólki í rauninni bara boðið að koma og spreyta sig og það alltaf ótrúlega margt fólk sem mætir á kynningafundinn og svo hægt og rólega svona síast út fólk sem að hefur gífurlega áhuga á því að sinna þessu starfi. Já, og svo þeir sem kannski meira svona bara hugmyndin það að vera í björgunarsveit heillandi en nenna kannski ekki að leggja á sig allt erfiðið. Já, það svona upp og ofan allavega. Sumir alveg blómstra í sig og aðrir kannski átt að sjá því að þetta var kannski ekki alveg þeirra bolli. Nei, einmitt. Og já, það bara ný af staðinu það ekki núna í ár, þessi nýliðakynning, var ekki bara í síðustu viku? Jú, nákvæmlega í síðustu viku og mættu alveg fjölmargir og fyrsta æfingin þeirra var núna miðvikudaginn. Já, það þannig að fólk fær svona einhverja kynningu eða svona einhver námskeið það ekki í upphafi? Jú, bara svona það sem maður þarf að kunna fyrir það sem koma skal og það getur bara verið að nota GPS, áttavita, lesa kort, að klæða sig. Svona að reyna að tryggja það að þurfi ekki að bjarga björgunarsveitarmönnunum. Já, allavega að reyna að koma veg fyrir það, svona, eftir bestu getu. Já. Og þetta náttúrulega, þetta sjálfboða starf, en ekki, maður hefur nú samt að heyrt, ekki alltaf öflugt félagslíf og svona í kringum björgunarsveitina líka? Jú, algjörlega, maður eignast rosalega góða vini þarna. Það eru góð tengsl, þetta mikil teymisvinna, það vinnur engin verkefnin einn, maður alltaf hópur í einhverju starfi og ég held að það sé í rauninni það sem heldur fólkinu kannski hvað mest í starfinu, þótt að komi erfið verkefni, erfiður vetur, þá eru það þessi vinatengsl og þetta félagsstarf sem virkilega dregur fólkið í starfið. Já, og eins og segir heldur og ég geti ímyndað mér án þess að þekkja það sjálfur að það sé kannski einmitt líka oft kannski þessi erfiðu verkefni og svo sem þjappar fólkið þá líka bara ennþá meira saman að þetta sameiginleg reynsla sem að... Já, algjörlega og það mikilvægt einmitt þegar það kemur eitthvað erfitt að fólki geti talað sín á milli einmitt svoleiðis mál. Já, akkúrat. Ert þú búin að vera lengi í björgunarsveit sjálf? Herri, ég var að hefja 7. starfsár mitt. Ég byrjaði bara leið og mátti, 17 ára og hafði ætlað að fara í björgunarsveit þegar ég bara mundi eftir mér. Já, það þannig bara. Já, þannig að það var engin önnur leið en að mæta bara strax leið og ég hafði aldrei til og ég hef bara sinnt þessu starfi síðan. Frábær. Og hvað var það sem kveikti þennan áhuga og að þú tókst þessa ákvörðun svona snemma? Veistu, ef ég var hreinskilin, þá ég bara eiginlega ekki alveg viss. Kannski, mér fannst konseptið það að vera í björgunarsveitur hrikalega spennandi. En það mér svolítið minnistætt, þegar ég var bara, ég held ég hafi 7-8 ára eða eitthvað. Þá keyrði ég fram á Öxnadalsheiðinni að það var björgunarsveit að aðstoða mann með einhvern bíl með hestakerru. Já. Og ég var að leiðina heim á sveitinni og mér fannst þetta svaka spennandi. Ég hef alltaf haft þessa þörf fyrir að bara láta gott af mig leiða. Svona hjálpa fólki og það var eitthvað við þetta sem fannst alveg svona hrikalega spennandi. Og þarna ákvað ég skildi gangi í björgunarsveit. Já, og þú bara fundið þína köllun í þetta snemma og það alveg magnað, 7 ár. Og hefur fundið, breytist þetta eitthvað milli ára eða finnst þér, þetta alltaf jafn gaman? Þetta, maður náttúrulega getur sinnt þessu svona mismikið. Það mikil keyrsla fyrstu 2 árin þegar maður nýliði og maður svona að finna í rauninni sitt áhugamál. Það eru ekki allir sem sinna öllu. En ég hef alltaf, reynt að sinna þessu eins mikið og ég get. Maður getur ekki farið fram á meira. En mér finnst þetta alveg ómissandi partur af mér núna bara. Nei, og eins og segir, þetta er náttúrulega sjálfboðastarf. Margir sem furða sig á því
Ísland myndi bara ekkert virka ef við höfðum ekki allar þessar frábæru björgunarsveitir út allt land til þess að bjarga okkur og hjálpa þegar á þarf að halda. Já, einmitt, og þetta líka bara svo falleg hugmynd, þú veist, þessar björgunarsveitir að, þú veist, sama hvert maður fer á landinu, það einhver lítill hópur af fólki, einhver svona björgunarsveit sem að í rauninni hefur það sama leiðarljósi að, þú veist, láta gott að sér leiða og reyna að vera aðeins betri útgáfa sjálfur sér í rauninni. Já, það alveg rétt, það ótrúlega falleg hugsjón og fátt einhvern veginn íslenskara finnst manni heldur en einmitt þetta, maður veit ekki neitt svona, ég bara þekki ekki til þess að sé neins staðar annars staðar í heiminum svona fyrirkomulag á þessum hlutum. Nei, einmitt. Þannig að það er líka rosalega mikilvægt að í rauninni ef að það er mikið, þú veist, það er náttúrulega mismunandi mannafli og svona skipt. Þannig að ef það gerist eitthvað einhver staðar á landinu þá er fólk fljótt að hlaupa til annar staðar að og hjálpa til og þetta er mikil svona heild og mikil samvinna. Og við þekkjum það bara úr fréttum að maður sé mýmörg dæmi að björgunarsveitin eins og segir úr öðrum landshlutum rjúki til þegar þarf liðsauka og til þess að aðstoða aðrar björgunarsveitir þó að sé þvert yfir landið þess vegna. Sem er mjög fallegt að sjá og verða vitna en það hefur fólk verið duglegt eins og getur að styrkja björgunarsveitirnar sem þetta frábært og nauðsynlegt úr því að við erum með þetta samfélagslega fyrirkomulag á hlutunum. Nákvæmlega. En þarf fólk að vera einhverjir afreks íþróttamenn? Nei. Ég held að sé svolítið misskilningur í samfélaginu að fólk þurfi að vera einhvers konar viðbragðsaðili eða rosaleg fjallageit eða hvað það er. Í rauninni, þú veist, ef þú getur hugsað þér að hjálpa öðrum, þú getur sýnt hjálpsemi og þú langar til að sýna vilja í verki, þá er það eiginlega bara nóg. Já. Að þú veist, það þarf fólk í þessari björgunaraðgerð en stundum þarf líka bara fólk til að, þú veist, elda handa hinum þegar koma, þú veist, tilbaka eða ganga frá eða, þú veist, og maður byrjar alltaf einhvers staðar. Gríðarlega mikilvægt og fólkið sem að, þú veist, hellir upp á kaffi fyrir líðin. Þetta er bara björgunarsveitarfólkið kaffiþyrstasta fólk sem við veitum. Þetta var fátt mikilvægara en góður kaffibolli eftir erfiðan dag. Það þekkja allir þannig að... En það bara geta allir fundið sinn stað í rauninni, hvort sem það er í þú veist, fjallabjörgun, þessum stóru björgunar, aðgerðum. Já, eða hvort það er bara í rauninni að sinna félagsstarfinu og því sem þarf að gera þar. Við þurfum náttúrulega alltaf að kenna nýliðunum okkar hverju ári, sumir hafa bara fundið sig í kennslu, þótt að sinni hinu minna og þetta er bara svona upp og ofan hvernig. Það geta allir sem vilja lagt sitt á vogarskálarnar einhvern veginn. Já. Frábært. Það er ótrúlega gaman að fá þig hingað í þáttinn til mín og takk fyrir að segja okkur frá þessu merkilega og frábæra starfi sem þið vinnið og bara gangi ykkur vel áfram. Já, þakka fyrir. Takk fyrir að fá mig. Takk.